margir vilja meina að það sé nú þegar búið að semjum að við munum ekki borga Icesave og það sé hluti af stærri samningi að þetta verði aldrei borgað. Já, ég vona að þetta verði aldrei borgað, það þurfa aldrei að koma til þess, en það hefur ekkert verið samið um það. Það hefur ekki verið samið það við Breta að þetta sé einfaldlega bara eitthvað sem að líti svo illa út fyrir þá að bakka með þetta, að þeir séu búin að gera díl bak við borðið við okkur. Nei, það nú ekki þannig. Mér líka að segja því miður. Hvernig það að þið sjálfstæðismenn hafi mjög lengi haldið því fram að það megi ekki hleypa vinstrimönnum við völd, að því að þá fara allt í fjandans? Nú allt farið til fjandans og þá segið þið það færi fyrst allt til fjandans ef við myndum hleypa þeim til valda núna. Hvernig standast þessi rök? Ég held að það sé hvorki hægt að kenna okkur í núverandi ríkisstjórn né í sjálfu sér vinstriflokkunum á Íslandi, vinstri grænum með einhverjum öðrum alþjóðlegu fjármálakreppuna. Hún að leika mjög marga grátt en það bara orðið svo lítið að fréttum frá útlöndum hérna á Íslandi. Það vantar alvöru erlendar fréttir að það svo fólk hafi ekki tekið eftir því hvað að gerast í umheiminum af völdum þessara kreppu. Það hrikalegt ástand að skapast víða lönd vegna kreppunar. Vextir að komnir niður í 0 vestur í Bandaríkjunum og samt ekkert að gerast vegna þess að menn treysti ekki hver öðrum. Það ekki lánsfé á boðstólum. Við sjáum hvað að gerast með bandarísku bílasmiðurnar sem að taka við miklum stuðningi. Við sjáum hvað að gerast með bankaheiminn í Bretland og annars staðar þar sem verið að moka peningum almennings til þess að rétta banka og önnur fyrirtæki við. Ef við tölum fréttir sem í gangi í útlöndum og þá nú verið að tala lánsfjárkrísu númer 2. Erum við eitthvað byrjað að undirbúa okkur fyrir hana? Já, það önnur tegundar lánum heldur en undirmálslánum sem að við erum nefnilega að því vegna þess að við erum búin að koma okkar málum núna í ákveðið var með þeim samningi sem við gert við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, með þeim lánum sem undirbúningi og með þeirri úrvinnslu sem hér hafin, þeirri efnahagsáætlun sem nú í gangi og sem að nýtur stuðnings góðs meiri hluta á Alþingi þó að sé nú ekki alveg allir kannski með því. Með þessu eru við skrefin á undan öðrum þjóðum. Það eru gríðarlegir erfiðleika framundan víða en ég tel að við séum búin að koma okkar málum í jákvæð skjól með þessu og ef að þetta gengur eins og við höfum vonir standa til að þá gætum við náð okkur út úr þessu á undan öðrum þjóðum. Nú ríkið aðeins byrjað að setjast. Það eru liðnir næstu 3 mánuðir frá því að þetta byrjaði allt saman, bankahrunið á Íslandi. Þú sagðir 2. september þegar þú spurður út í hvort að Glitnir væri í vandræðum að þeir var ekki á leiðinni að rúlla. 29. september Glitnir farin í þrot og þá spyrjum hinna bankana, Kaupþing og Landsbankann, þá harðneitaru því að þeir séu á leiðinni í þrot. Vissuru ekki betur eða þorðuru bara ekki að segja að þessi hætta væri í raun og veru til þar? Ég segi þér alveg eins og að ég vissi ekki betur. Ég hafði mínar upplýsingar meðal annars úr bönkunum sem að fullyrtu það og það hef ég sagt á erlendri grundu og gerði nokkurum dögum áður en að þetta gerðist allt saman í lok september að þeir væru búnir að fjármagna sig út árið 2009 og ég hafði ekki ástæðu til þess að efast þær upplýsingar heldur ekki í ljósi þess að fjármálaeftirlitið hefði þá nýlega gert svokallaða áreiðanleikakönnun eða álagspróf á íslensku bönkunum sem gáfu til kynna að þeir voru sterkir. Vafa sem í meira lagi. Já, þeir álagsprófi mældi ekki lausafjárstöðun og það var lausafjárvandinn sem felldi okkar banka, ekki eiginfjárstaða eða annað í þeim dúr. Ekki hægt að læra þá leksíu af þessu öllu saman að stjórnmálamenn verða að vera miklu betur tengdir inn í viðskiptalífið og átta sig betur á því hvað í gangi þar? Það hægt að læra ýmislegt af þessu öllu saman, meðal annars að það þarf að taka upplýsingu sem kom úr viðskiptalífinu kannski með meiri pínulitlu saltkotni eins og sagt í útlandum. Það þarf að hafa fyrirvara á öllu sem sagt en það þarf líka þessir aðilar í viðskiptalífinu þurfa að gá betur að sér og eiga ekki að miðla upplýsingum sem ekki standast betur en þetta. Nú erum við að klára árið, nýtt ár að byrja og margir óttast mjög fyrirtækin í landinu á fyrstu mánuðum næsta árs. Hvenær verður hægt að lækka stýrivexti? Já, það fer allt eftir því hvernig verðbólgan þróast og maður gerir sér vonur það að mælingin sem kom í dag sé toppurinn á því og að frá og með næsta mánuði gangi verðbólgan niður og leiðu það fyrir að gerast að þá verður áreiðanlega hægt að lækka stýrivextina hratt í kjölfærið. Ég ætla að leipa þér upp aftur og að klára Alþingi. Gleðileg jól, Geir Haarde, og takk fyrir komuna. Sömuleiðis, gleðileg jól.